Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Komið sæl og verið velkomin að Rauða borðinu í svokallað oddvita spjall sem við höfum hérna fyrir kosningarnar. Til minni kominn sannkallaður oddviti, hann kom með morgunfluginu að austan, er það ekki? Jú. Þorsteinn Bergsson, oddviti sósíalista í norðaustur kjördæmi, verður velkomin. Takk fyrir. Hvað segir þú varst að segja mér með morgunflugið að það væri kannski meira svona sniðið að höfuðborgarbúum? Já, þetta er svolítið þröngur gluggi sko ef að landsbyggðarmenn þurfa að skreppa í bæinn, þeir get ekki lagt af stað fyrir klukkan eins og núna í morgun, ekki fyrir klukkan 10:30 og svo fer síðdegisvélin úr bænum klukkan 4:30. Þannig að glugginn er ansi þröngur, en ef þú ert hins vegar að fara úr höfuðborginu út á land, þá getur þú lagt af stað miklu fyrir og komið seinna. Já, þannig að þessar dagsferðir Dagsferðir eru ansi mikið þægilegir ef maður er að fara í þá áttina, já. Já, þetta er svona að því maður oft hugsa með sér þegar maður býr út á landi að þá byrjar maður að vera svona maður vil gerna nota ferðina ef maður kemur í bæinn, en þetta er, þú nærið ekkert mjög mörgum. Ég næ ekki gera mikið núna, nei. Þannig að vera í svona spjalli. Já. og kannski eitthvað smávegis. Já. Kemur oft í bæinn? Já, svona ekkert sérstaklega oft. Ég bý á Egilsstöðum og flugvöllurinn er bara í göngufæri, þannig að það er svo sem auðvelt að skreppa en flugið er dýrt og það er langt líka að keyra, þannig að við erum nú ekkert að fara mjög oft til borgarina, kannski 3-4 sinum á ári, eitthvað svoleiðis, en ég á nú vonandi að það fara að breytast töluvert. En þú ert svona, þú upplifir að þú sér sko sjálfum þér nægur fyrir austan. Já, ég hef alltaf búið á Austurlandi frá því ég var ársgamall og á nokkrum stöðum og mér líkar það bara mjög vel sko. Ég hef prófað að búa hér í borginni og það líkaði mér ekki, ég verð nú bara að viðurkenna það. Nei, og þú varst bóndi, er það ekki? Jú, ég var bóndi í 21 ár á Unaúsi Hjallstaðinká og þaðan eru nú svona 15 kilometrar til næsta bæjar, þannig að maður þarf að vera sjálfum sér nógur á svoleiðis stað. En ég hef alltaf verið það og börnin mín eru það líka og konan, þannig að þetta var ekki svo sem neitt erfitt. Það var engin einangrun sem við fundum fyrir, en það vil nú svo til að Borgarfjörður Eystri er þarna bak við fjallið og þangað eru samgöngur, þangað er vegur sem reyndar varð ekki góður vegur fyrir árið 2022. Þetta var síðasti þéttbýlistöðin held ég sem var malbikað til á landinu og það var satt að segja orðin ansi löng bið eftir því að því verkefni er lokið en það hafðist þó. Og er það kannski svona aðkoma þína pólitík? Varst þú að skipta þér að einhverju svona byggðar pælingum? Já, ég hef svo sem gert það í gegnum sveitarstjórnarmálu tímabili en ég var nú ekki að beita mig sérstaklega fyrir þessu sko, það voru aðrir í því en ég hef alltaf haft áhuga á sem sagt málefnum dreifbýlisins, landbúnað ekki síst, ég hef verið að vinna mest alla mína tíð við landbúnað með einum með öðrum hætti eins og einhver hefði sagt. Verið bæði landbúnaðar ráðunautur, búfjár eftirlitsmaður og starfsmaður í sláturhúsum og ýmislegt svona. Ég hef eiginlega aldrei getað slitið mig neitt frá landbúnaðin. Og ég myndi mjög gjarnan vilja það ef að íbúar kjördæmisins vilja nú veita mér brautargengi til að komast á þing. Þá myndi ég mjög gjarnan vilja beita mér í landbúnaðarmálum, til dæmis við gerð nýra búvörusamninga. Því að ég held að það sé nauðsynlegt að ríkisvaldið hafi þar einhverja fulltrúa sem að vita eitthvað hvað þeir eru að gera og segja. Og það er kannski ekki vanþörf á að þeir síðast fenguður þarna fulltrúa hagsmunaaðilana til þess að, og lögfræðinga þeirra, er það ekki til þess að semja klausur í þessi búvörulög? Já, það er vissulega einhvers konar svona útvöxtur úr þeim, þetta margfræga frumvarp þarna sem var nú dæmt ólöglegt. En búvörusamningarnir eru gríðarlega umfangsmiklir, þetta er svona rammi utanum landbúnaðar skipulagið má segja, eða skipulag styrkjakerfis og annars og þetta hefur ekki náð til alls landbúnaðar svona síðustu árin, frá því að þetta byrjaði, en það þyrfti að gera það. Það er fleira sko í gangi í sveitunum heldur en ær og kýr, en búvörusamningarnir ná fyrst og fremst utanum
utanum þær búgreinar og svo reyndar hluta af grænmetisræktinni líka. Hvernig myndir þú sjá, getur eitthvað svona sagt í kannski stuttumáli eða á einfaldan hátt hvar línurnar ætti að liggja í búskap? Nú til með sósíalistar með frekar afgerandi afstöðu í kvótamálunum, sjávarútvegsmálunum, að kvótanum eigi að skila frá þessum örfá fjölskyldum sem hagnast og fá í arf þessi auðlind okkar sameiginlegu. Eitthvað hægt að sjá slíkar línur í búskapnum? Já, sko, það náttúrulega kvótakerfi í gangi í landbúnaðinu þó það sé svolítið svona öðru sniði. Það snýst fyrst og fremst sem sagt styrki ríkisins til bænda í vissum búgreinum og menn hafa kannski farið að líta á þessa styrki sem eign sína og það meira segja hægt að versla með þetta. Þetta eru ávísanir frá ríkinu sem þú getur rauninni versla með og það hefur mér alltaf þótt ansi skrítið og ég tók aldrei þátt í þeim leik. Það eðlilegt finnst mér að framleiðslu réttur sé miðaður við framleiðslu aðstæður á jörðum og það sé ekki hægt að versla með hann nema að versla þá með jörðina líka. Þannig að þetta einhvers konar svona svipað og kvótakerfi sem hefur verið við lýði og... Já, þetta náttúrulega kannski ekki beint sambærilegt við sjávarútveginn vegna þess að þarna snýst þetta styrk hins opinbera við búskapinn en ekki sem sagt þá með sama hætti aðgang að auðlind sem búið skilgreina sé í allra eigu. Nei. Að vísu má hugsa sér það og ég hef oft talað fyrir því að það væri eðlilegast að allt land væri í eigu ríkisins en við erum frekar langt frá því í dag og ég hef svo sem ekki séð að það sé beinlíns í stefnuflokksins að sækja svo hratt fram í þessu en hitt annað mál að við þurfum að efla aftur það svið hjá hinu opinberan sem hélt utan bújarðir í sveitum. Ég bjó til dæmis í þessi 20 ár á ríkisjörð og ég hugsa mér hefði ekki tekist að hefja búskap nema á þeirri jörð eða á svona jörð vegna þess að jarðir eru orðnar feikilega dýrar og ungt fólk á mjög erfitt með að kaupa sig inn í landbúnað ef það þarf að greiða fullt verð fyrir jarðirnar. Þetta svolítið eins og á húsnæðismarkanum. Þú kemst ekki alveg að nema eiga ríka foreldra sem eru tilbúin til að gefa þér eitthvað. Já. Þannig ef þú erfir ekki jörð, stóra jörð eða jörð, þá áttu vandræðum sem ungur bóndi. En svo náttúrulega hefur verið þetta tregða kannski mörguleiti ríkisins það ekki gagvart uppkaupum á jörðum þegar að til dæmis erlendir auðkýfingar hafa verið að kaupa upp jarðir á Íslandi. Já. Að þá kannski það myndast eitthvað millibil og ríkið hefur ekki talið sig hafa efnaði að kaupa upp þetta land? Nei, þeir hafa verið mjög tregir til þess svona undanfarin 30 ár í rauninni eftir að frjálshyggjan tók alveg yfir. Þá hefur þetta allt saman gengið öfugt, það að segja eignum ríkisins hefur verið mokað út, oft fyrir lítið og menn hafa alveg horfið frá því nánast að ríkið eignist land. Eina dæmi sem ég þekkjum það á síðustu árum þegar ríkið keypti fell í Suðursveit sem er við Jökulsárlón. Það var vissulega mjög þarft að gera það vegna þess að það var allt í tómum ólestri og það þyrfti einfaldlega að efla þessa jarða umsýslu ríkisins og snúa bara við blaðinu í þessum efnum. Menn að tala sko að nýliðun í bændastétt sé vandamál og ég ætla nú aldeilis ekki að draga fjöður yfir það. Ef ég væri bóndi enn í dag, 60, þá væri ég sennilega talin ungur bóndi. Í sauðfjár bændastéttinni miðalaldurinn í nálgast 60 ár og sjáum náttúrulega að þetta gengur ekki sko. En það þýðir lítið að tala um nýliðun ef mann ætla ekki að bjóða ungum bændum upp og neina möguleika til þess að komast inn í stéttina. Og þá ég ekki bara að tala um þetta að sem sagt gefa þeim möguleika á að eignast eða komast á jarðnæði. Ég ekki að tala um eignast það heldur að leigja það á skikkanlegum kjörum. Og svo annað sem nú kannski ekki síður mikilvægt að það hvernig fjármálakerfið fer með dreifbýlið. Að ef þú ert ungur bóndi og ætlar að fá lán í bankakerfinu til að fjármagna þínar framkvæmdir, þá annarkvort bara færðu ekki lánið, og það algengt nefnilega, þú bara færð hreinlega ekki lán, af því að eignin ekki á þeim stað og hún teljist vera söluvæn. Eða þá að þú þarft að greiða einhver sæta gríðarlegum vaxtakjörum og
þessu þurfum við einfallega að breyta og ég hef talað mikið fyrir því að Landsbanki verið gerður að samfélagsbanka og það eru svipuð fyrirbæri í nágrannlöndum okkar, jafnvel í hinum hákapitaliska Þýskalandi er til fyrirbæri sem heitir Sparkasse og hann vinnur svona að sem sagt lánar fólki á skikkanlegum kjörum alveg sama hvar það býr í landinu, hvort sem þú býrð í Afdal upp í Svartaskógi eða íbúð í Berlín, þá áttu sömu möguleika á lánakjörum hjá þessum samfélagsbanka og þar sem við eigum nú ennþá eitt banka, það er ekki búið að reyta á alla út úr höndunum okkur ennþá, þó að mikið hafa nú verið reynt, þá getum við einfallega breytt þessum banka í samfélagsbanka. Og ég hef trú á að hinir myndu nú lufsast á eftir ef við færum að hafa banka sem að biði fólki sæmileg kjör. Já, en allir sósíalistaflokkurinn sé ekki eini flokkurinn sem með þetta á stefnusgrá að koma upp samfélagsbanka? Ég hef ekki heyrt aðra tala um það en ég veit þeim mun meira að tala um að það verði að lækka vexti og eitthvað svoleiðis sem en hafa engar lausnir um hvernig ætla að fara að því. Nei. Og svo náttúrulega alltaf þessi mantra núna sem kemur upp. Eina sem maður heyrir eiginlega talað um banka núna í kosningabaráttunni, það er þetta að fara að selja, halda áfram að selja. Já, og við heyrum ýmsa flokka meira sig, ekki bara Sjálfstæðisflokkin, tala um það að það sé nú nauðsynlegt að ljúka við það að selja Íslandsbanka. Það er eins og menn hafi alls ekki tekið eftir því að það hefur í fjöldamörgum könnunum verið svona frá 60 upp í 80% þjóðarinnar sem hefur lýst þeirri skoðun sinni að það eigi ekki að selja banka. Það er algjört rof náttúrulega milli þjóðarinnar og stjórnvalda og alveg merkilegt hvað sumir flokkarna sem hafa ekki verið á þingi eða sem ekki verið í stjórn telja sig en geta verið að tala eins og Viðreisn, er það ekki? Tala ennþá að klára söluna? Jú, þeir tala fjálglega það sko, en það er náttúrulega hægri krata flokkur sem einskís er góðs að vænta frá í rauninni fyrir vinstri arminn. Ekki verið vinstri, en það er náttúrulega á sömum sviðum, mér finnst þetta svolítið merkilegt, þeir eru á sömum sviðum svo ágætlega framsýni sko, ég getum kannski ekki sagt svona, jafnvel ég veit ekki varðandi krónuna eða er ekki eitthvað, það er ansið svona sannfærandi góð rök á sumum sviðum en svo er alveg út í hött eins og þetta fannst mér sko, ef ég ætti að horfa bara alveg hlutlust og hlusta á málflutningin þá virkaði margt og samfærandi eins og þegar komið þetta með að halda áfram að selja Íslandsbanka þau en þannig er eitthvað alveg furðulegt einmitt því að þannig er engin tengsl við vilja almennings. Nei og kannski er sem sagt ástæðan fyrir þessu bara sko, hvernig þess flokku verður til, þetta er upphaflega klofningur úr Sjálfstæðisflokknum, hreint og klárt hægri fólk sem var bara ekki sammála hinum sjálfstæðismönnunum Evrópustöfnu. Síðan fer að drífa þarna inn fólk úr ýmsum öðrum áttum og kannski hefur það einhver áhrif á flokkin en úr verður satt að segja einhver bastarður sem að mér hugnast alls ekki og ég bara stend eiginlega gapandi yfir því hvað þessi flokkur virðist ætla að fá af fylgi í þessu kosningu. Og hvað með sko afstöðu, hvað finnst þér núna umræðuna í varðandi eins og þessi málefnin sem að bara skipta alltaf með atvinnu uppbyggingu og þróun á Íslandi og út á landi sérstaklega kannski höfumáli afstæðan til virkjana, sjókvíeldis, vindmyllugarða allir þessi, þetta er svona sem helst kemur inn í umræðuna sko. Þessi þrenning er nú oft einmitt tekinn þarna, ekki síst fyrir austan og það er náttúrulega stefna okkar sósíalista að endurheimta valdið frá fjármagnseigendum og til almennings og í sambandi við atvinnulífi þá viljum við í raun og veru að ríkið stigi þar fasta til jarðar í mörgum málum og til dæmis í sambandi við fiskeldi þá og raunar hitt líka þá er það bara algjörlega nauðsynlegt að menn klári þá vinnu sem að þarf að fara í sambandi við lagaramman utanum þessa starfsemi. Það er nú frumskilyrði sko. Í bæði hvað varðar fiskeldi og sjókvíeldi og vindmyllugarða þá hafa menn einfallega látið framkvæmdaaðila bara gefið þeim bara hreinlega lausan tauminn. Svo á löggjöfin einhvern veginn að högta á eftir en sko það skapar alveg hræðilega mörg vandamál. Og sennilega skapar það mest af úlfúðinni sem er í kringum þetta. Já. Og það er náttúrulega mjög erfitt sko, samkvæmt reynslunni bara í öðrum þjóðum og Íslandi, þá er mjög erfitt fyrir ríkisvaldi að högta á eftir eins og þú segir, vegna þess að það er náttúrulega bara mjög dýrt að fara að reka þarna lögfræðinga her ef að tryggja
hagsmuni almennings eftir á. Það er eiginlega ekki alveg... Nei, það er nákvæmlega rétt sko og hérna það er nú oft verið talað sko svo kallar turbínutryggs sem var nú notað mikið í þegar stórvirkjanirnar voru mest í gangi. Það er að segja áður heldur en ríkið og alþingi var búið að leggja blessun sína yfir framkvæmdina, þá voru með komnir á stað, búinir að kaupa turbínurnar og í virkjunina og sagt að það þýðir ekki að hætta núna, við erum búin að leggja í svo mikinn kostnað. Þetta er turbínutryggsið sko. Já, það hefur mikið verið notað. Og líka byrja að byggja einhvern veg og þar með hefur oft ekki fólkið á svæðinu sem kannski veit í samræðunni að þetta er ekki kannski gott til uppbyggingar til langframa og veit að þannig verið að afsala sér einhverjus konar valdi sem að en fólk kannski virðist vera svona sjanghæjast yfir það að finnast þetta bara góð af því að það sér túrbínuna og það sér hennan drifkraft og það hefur verið einhver svona svo mikil þrá eftir drifkrafti. Eftir því að eitthvað gerist og til dæmis bara í vegakerfinu fyrir austan þá og svo sem í kjördæminu öllu en það sést nú best á Austurlandi og á norðausturhorninu kannski að þar hefur þetta náttúrulega allar framkvæmdir legið eftir svo lengi. Við erum sko einbreiðar brýr á landinu eru fyrst og fremst í mínu kjördæmi. Það eru nokkra reyndar sem eru austast í suðurkjördæmi en annars þetta bara eitthvað sem við sitjum uppi með og ég hef nú oft verið leiðsegja ferðamönnum á sumrin og ég segi þeim alltaf að það sé ástæði fyrir því að allar þessi einbreiðu brýr eru á Austurlandi. Það er einfaldlega vegna þess að við erum lengst frá höfuðborginni. Já. Þeir glotta nú yfirleitt að þessu og ég geri það svo sem líka en ég er ansið hræddur að þetta sé ekki fjarri lagi. Nei, og þetta er náttúrulega mjög mikil slysagildra í... Alveg hræðileg sko og ég sé það náttúrulega mjög vel að því að ég stundar svona rútuleiðsögn sko og einbreiðar brýr geta bara verið stór hættulegar. Hann sagði það í spjalli fyrrum flokksbróðið þín líklega Edvard Heibens, ferðamála sérfræðingur. Hann er að kenna út í Hollandi í virtum háskóla þar og svona, ég baði hann að horfa heim eða þannig horfa yfir og hann var að lýsa þessu meðal annars hvað þetta plan ferðamennskuna þessi stórsókn í ferðamennskunni sko næði skamt allir með þess að hefði ekkert verið hugað að uppbyggingu vegakerfisins og vegakerfið bara væri svo stór hættulegt. Það er í rauninni eitt af þessum dæmum sko það sem innviðinni liggja alveg eftir og jafnvel löggjöfin líka og það sko þegar að mestur slagur var nú á Austurlandi í samband við Kárahnjúkavirkjun. Ég var nú mikill andstæðingur hennar og taldi það hafa verið ófyrirgefanleg náttúruspjöll og ég hef ekkert breytt skoðun í því að þá var spurt hvað viljið þið gera í staðinn og eða mér sögðu bara eitthvað annað þá var gert lítið úr því en svo kom eitthvað annað og það var ferðaþjónustan og nú er þetta stærri atvinnugrein heldur en stóriðan og meira segja töluvert stærri. En því miður þá er það sama að birtast þar eins og í stóriðunni að eigendur atvinnutækjana eru meira og minna að verða erlend stórfyrirtæki. Það eru hótelkeðjur og ýmislegt það hefur orðið svo mikil samþjöppun á eignarhaldinu í þessu og hún hefur komist í hendur sko harðara kapitalista hvort sem þeir eru innlendir eða erlendir og það er alltaf meira og meira af þeim erlendir. Þannig að við þurfum aðeins að fara að staldra við og spyrja í hvað átti erum við að fara þarna. Af því að það er nú bara þannig að sko ef að verðmætin eiga að verða eftir í nærsamfélaginu þá verður eignarhaldið á fyrirtækjunum fyrst og fremst að vera þar. Já. Þetta er leið sem við erum ekki að fara í dag. Nei, en þarna var nú gjarnan spurt þegar við vorum einhvern tímann á sín tíma berjast gegn sölu HS Orku til svona erlends stórfyrirtæki sem hefði eiginlega, þegar maður googlaði það bara þá hefði eiginlega gerst sekt eða forstjórinn hefði gerst sekur sko massív mannréttindabrot og náttúruspjöll í Suður-Ameríku og víðar en það var eins og það var ekkert aðtóað sko og þá kom gjarnan þessi spurning til okkar sem vorum að berjast gegn þessu sko, eru þið eitthvað á móti útlendingum í fyrsta lagi og öðru lagi eru þið á móti
sko, erlendri samvinnu til dæmis og eru þau á móti fjárfestingum í sjálfu sér og mér fannst einhvern veginn svo mikilvægt alltaf að fara að svara þessu nei, það ekki, alls ekki að maður sé á móti útlendingum auðvitað og ekki erlendu samstarfi, ekki erlendri nýsköpun eða hugsun og samstarfi við, enda sést það á háskólanum hvað mann finnst að vera jákvætt í rannsóknum og öðru, og ekki að móti fjárfestingum í sjálfu sér en slík fjárfesting að þetta eiginlega bara valda rán og við erum að gefa undan okkur þarna einhverja grundvallarstofnanir og mér finnst þetta bara vera ennþá eftir öll þessi ár svona fyrir óljóst. Fjárfestingi þarf að vera okkar sko í landinu segi ég og það sem að gerðist fyrir austan í þessari stóriðju bylgju sem þar gekk yfir var að sem sagt eignarhaldi á fyrirtækjunum færðist frá almenningi og til höfuborgarinnar eða útlanda. Það voru stór fyrirtæki sem tóku yfir meir og minna þau svið þar sem að heima fyrirtækin höfðu verið áður. Og þetta kallaði ég gjarnan nýlenduvæðingu og því miður þá hefur hún jafnvel haldið áfram á Austurlandi og kannski ein af ástæðunum fyrir því hversu hörmulega seint gengur að laga vegakerfið. Já. Til dæmis á Madagaskar eru vegir víst ekki sérstaklega góðir eftir að nýlenduherrarnir skildu eða hættu að halda þeim við og kannski eru nýlenduherrar okkar á Austurlandi bara ekkit hafa engan áhuga á því að halda við vegunum, það virðist ekki vera sko. Það var nú hleiðaði fyrir vestanemi þegar var baristu Hvalárvirkjun. Það var byrjað að virkjunar aðeletnir voru byrjaðir að leggja veginn og um leið og töldu íbúanum trúum að það væri bara þeir tryðu svo á samfélagi sko, þeir vildu gjarna bara þetta væri nú bara svona bónus að leggja þennan veg en um leið og þeir fengu ekki leyfið að þá var bara skilið við veginn í miðju þú veist, það var ekki eins og klárað þessi stutti spotti þarna. Nei, við erum ansi ofta að glíma við frekkakallinn, það er nú af hvaða kyni sem hann þá við erum ofta að glíma við fólk sem að lætur bara ekki almannavaldið segja sig fyrir verkum þó svo að því jafnvel að brjóta lög með því. En svo það frekukallarnir í stjórninni hjá okkur sem að hræða okkur með því að ef við mótmælum að þá séum við að rekja þessa blessuðu fjárfesta í burtu og það muni enginn hafa áhuga á Íslandi og við munum bara sökkva í eymd, þetta er hræðslu áróður? Já, þetta er hræðslu áróður og það er nú svo sem ekki takt að gera við hann annað en bara að láta hann sér eirun þjóta sko. Ef fólk verður að hugsa út í þetta þá sér það nú hvers slags blaður þetta er. Og til dæmis eins og Kárahnjúkar, hefur ekki raunverulega, varst þú ekki sannspár það hefur nú ekkert orðið einhver gríðarleg atvinnu uppbygging og þróun í kringum Kárahnjúka einu sinni? Það kom vissulega einn stór vinnustaður þar sé álverið í Reyðarfirði sem veitir núna fleiri hundru manns vinnu, það er ekkert hægt að mótmæla því en það var nú þannig að þegar að þessi bylgja hófst þá voru held ég 3 atvinnulausir á Reyðarfirði og þeir eru nú sennilega fleiri í dag og það sem gerðist á Austurlandi var ekki það að fólki fjölgaði sem var búið að tala heldur færðist það einfallega til. Það var vissulega fjölgun á Reyðarfirði, mikil og á Fáskrúðsfirði en þegar það kemur lengra frá þessari miðju þarna í ferðabyggðinni þá hefur fólki fækkað. Þannig að heildarfjöldi Austfirðinga hefur ekki aukist þrátt fyrir þessa miklu aðgerð. En það heldur ekki bara fjöldin sko, það líka þetta að samfélagið sé blómlegt og sjálfu sér nægt og eitthvað meginn sem kannski hefur ekki skapast. Já sko, ég hef allavega tekið eftir því að ýmis konar svona félagsstarf hefur minnkað stórlega, ég held að það sé nú reyndar víðar á landinu. En ég veit líka að sko fyrir þá sem vinna í álverinu er ekkit sérstaklega auðvelt að stunda félagslíf, nema þá bara þar innan veggja. En þegar þú varst bóndi og þú ert rithöfundur, þýðandi, þá þetta nú verið bara gott líf svolítið, eða hvað? Þú hefur haft tíma til þess að stunda búskap og skrifa og getur aðeins sagt okkur frá þínum ritum og þínum störfum? Já, það er kannski ekki neitt óskaplega stór stabli, sko. Ég, til dæmis, með ég var ráðunautur hjá Búnaðarsambandi Austurlands sem er nú ekki lengur til vegna skipulagsbreytinga eða valla segja, vegna skipulagsbreytinga í landbúnaði sem voru nú ekki alveg velhefnaðar tel ég, að þá ritstýrði ég byggðasögu
Múlaþings. Síðan var ég, og þess vegna titla ég mig nú þýðanda, að ég vann í mörg ár bara heima í skrifstofunni hjá mér, heima á bænum, við gríðarlega krefjandi texta, þýðingar á, og það glottu nú sumir yfir því, vegna þess að þið vissu hvernig ég stemdur gagnvart Evrópusambandinu, að þetta voru fyrst og fremst Evróputextar sem tengdust EES-samningnum og ýmsu fleiru og aðildarviðræðunum við Evrópusambandi sem að Jóhönnu og Steingrímsstjórnin var í. Og þetta var gríðarlegt verk og ég vann í þessu í mörg ár ásamt fleirum þannig fyrir austan og þetta var mjög gott dæmi störf án staðsetningar og bara virkilega vel heppnað og ég tel að við höfum skilað þarna mjög góðu verki þó að ég væri nú stundum það lá nú við að kæmi stundum reykjabólstrar út eyrun á mér yfir því sem ég var að lesa það. Já. Það sem mér þótti allra verst, það var svokölluð framvindu skýrsla. Það voru íslensk stjórnvöld sem skrifuðu skýrsla á ensku það og voru svona hálfpartin að biðjast afsökunar á því hvað þeim gengi nú hægt að innleiða ýmislegt regluverk Evrópusambandsins. Og á meðan á þessu stóð þá var verið að telja okkur trú það að við gætum svo bara greitt atkvæði það hvort að við vildum bara í Evrópusambandið ekki þegar þessum samningum væri lokið en menn gerði sér enga grein fyrir því að þessi samningar voru í rauninni innleiðing á regluverki Evrópusambandins. Það er ekki umsemjanlegt. Þannig að þú hefur ekki sannfærst af þessum lestri? Ekki nema bara ennþá frekar í minni afstöðu sko. Já, vera á móti. Já. En nú eru ekki allir sósíalistar á móti Evrópusambandinu. Nei, ég veit það. Og raunverulega þetta atriði það eru nokkur atriði svona sem fara þvert á flokka virðist vera. Það er að segja, það er ekki lengur einhugur innan flokkana virðist vera. Nei. Kannski í sjálfstæðisflokkunum að vera á móti, en öðru leyti þá er þetta svona mál sem að ég var allir mjög á móti Evrópusambandinu en ég síðustu árum hefur verið efast og hugsa mig kannski væri nú bara í náttúruvernd og loftslagsmálunum gott að innleiða þarna einhver regluverk fyrst að við erum bara eitthvað ein og þessum undantekningum okkar undanþáum en svo þegar kannski kemur ljós á hinn bógin að Evrópusambandið ætla að fara að vera svona einhver hernaðar bandalag þá fer maður aftur efast. Það væri alveg verðugt það ekki að taka eða svona ræða þessi mála hans? Ég held að það væri mjög verðugt sko og það er nú þannig með þetta að það er vissulega gagnað ýmsum regluverki frá Evrópusambandinu og en hins vegar eigum við bara geta ákveðið það fyrir okkur sjálf hvort að við tökum það upp eða ekki og mér finnst meira að segja EES-samningurinn sníða okkur óþarlega þröngan stakk hvað það varðar. Það er ansi mikið af löggjöfinni sem við erum skyldu til að taka upp samkvæmt þessum samningi og við erum ekki einu sinni að nýta okkur þau úrræði sem við höfum eins og Norðmenn hafa miklu meira gert að leggja þetta í dóm úrskurðarnefndarinnar það hvort við þurfum í raun og veru að gera þetta. Menn tala gull eða blýhúðun á reglugerðum Evrópusambands og eitthvað svoleiðis en það er minna að tala það að við bara hreinlega förum með allt það sem okkur mislíkar fyrir þessa úrskurðarnefnd. Við erum mögulega ekki skyldu til að taka upp alla þessar EES-gerðir sem að hefur verið hent í okkur og Norðmenn hafa markvisst leita til þessu nefndar og komist hjá því að taka upp ýmsar gerðir sem þeim hefur ekki líka við. En þó hafa þeir nú samt fallið í þá grifju að gleypa orkupakka Evrópusambandsins hráa og lentu þar að lendi í gríðarlegri orkukreppu bara síðasta vetur. Þannig að Íslendingar eru svolítið fastir í þessum einhverjum nýlendu hugsun, svona gamla nýlendar þarf bara að taka allan pakkan eða ekkert og einhver, ég veit ekki, einhver vantrú á samræðunni og því að taka slægin og ekki? Já, einmitt. En þú ert ekki að víla það fyrir þér? Nei, sko, menn virðast bara vera hræddir við það þegar þið fara í samningaviðræður erlendis að standa bara svolítið fast á sínu. Já. Alltaf tilbúnir að lúffa. En þú ert þarna, sko, ég er virkilega spennt og mér langaði að spyrja þetta silfur og gullhúðun. Já, gull og blýhúðun vilja sumir kalla það, þeim finnst gullhúðun og fínt orð. Það þýðir einfallega það að menn eru í rauninni að ganga lengra hér heima fyrir heldur en að reglugerðin endilega krefst og það hefur farið fyrir brjóstið á ýmsum og
kannski skiljanlega, þær eru yfirleitt nokkuð ítarlegar þessar reglugerðir og ætli menn að vera kaþólskar en pávinn í því að framfylgja þeim og þá getur það nú bara... Og er það gárunga til að segja blýhúður en það sé bara já, að gera þetta bara blýþungt, sko, já. En þú ert þarna þýðandi, þú ert, hvers konar búskapu var þetta? Ég var með sauðfjárbúskap, eingöngu, já. Og ekki geitur líka? Nei, var það nú ekki. Það er nú aðeins farin að fjölga geitum á Það Austurlandi. er aðeins farið að gerast, já, og til dæmis sá sem tók við búskapnum af mér á Unaósi, fekk sig geitur. Já. Og þetta var kannski orðið snerist það ef við ætlum að bjarga geitastofninu og annað borð, þannig er mjög sérstakur. Að þá varð nú eitthvað að gerast því að þær voru orðnar svo óskaplega fáar. Já. En þeim hefur fjölgat allt á síðustu árum. En þú hefur hætt? Já. Þú bara hugsa með þér og þið að þetta væri komið gott eða hvað? Já, það var nú kannski fyrst. Það reyndar verður nú að segjast að á þessum árum sem við hættum, sem sagt 2016 og 17, þá féll verð á lambakjötum 50%. Kjör bænda rýrnuðu, þú getur ímyndaðir hvað þau rýrnuðu við það. Og já, ég sagði nú oft að kona mín vann nú gjarnan sem kennari, menntaskólanum á Egilsstöðum og þegar að launin hennar voru hærri heldur en brúttó tekjurnar af búinu, þá hugsaði ég með mér þetta fer nú að verða ágætt. Og það var eitthvað sem ekki útlit fyrir það þá annað en þetta stemdi bara áfram í sömu átt. Hefur reyndar aðeins togast upp aftur en samt við valla komin á þann stað í verði lambakjöts í dag sem við vorum á 2015. En svo er það sko lífræni búskapurinn, það er fjölbreytileikinn einmitt geiturnar. Nú finnst mér nú geitakjöt mjög gott til dæmis, það er miklu fordómar gagnvart því að vísu en sko, nei, og bara svona þetta sósíalistar eru með hugmynd sko einhvers konar eflingu smáeininga frekar heldur en heldur að það myndi ekki eiginlega blómstra vel fyrir austan? Jú, ég held það sko og þess vegna var ég nú að minnast á þetta með búvörusamningana að það er eiginlega nauðsynlegt að koma því svolítið betur þar inn sko, ekki síst lífræna búskapnum. Þar hefur sko, það er eins og það hafi verið þar bara einhver fyrirstaða að koma lífrænum landbúnaði inn í styrkjakerfi íslensk landbúnaði, skulum bara kalla það. Já. Það hefur eiginlega ekki gerst nema að Jón Bjarnason setti reyndar reglugerð sem að gilti tímabundi þar sem að lífrænn búskapur gat fengið einhvern styrk. Hún bara rann sitt skeið og ekkert gerðist meira. Þannig að þetta er nú eitt af því sem að þyrfti að taka til athugunar við búvörusamningagerð. Ef við á annað borð teljum að búvörusamningar séu rétta formið. Man er svo furðulegt að bara allstaðar í eiginlega kringum okkur er bara orðið svo mikið valkostur sko af lífrænum kosti, en ekki hér, þarna er náttúrulega brautryðandi mikill í Vallanesi. Já. En og einhverjir á landinu sem að veit að hafa bara lagt upp laupana eftir nokkur ára tilraunir. Ég held að sé full ástæða til þess að styðja við lífræna búskapinn vegna þess að það er, sko, sá hugsunarháttur sem er þar inni er held ég hugsunarháttur sem að landbúnaðurinn mætti kannski tileinka sér aðeins meira. Þetta er virðingin fyrir öllu lífi og ég er ekki að segja að bændur hafi hana almennt ekki en það er samt dálítið mikil öðruvísi viðhorf í þessum lífræna búskap sem að ég held að geti bara hjálpað þó að sko það verður ekki tortráð hjá því að lífrænir afurðir verða alltaf dýrari heldur en hinnar. En kannski til lengri tíma litið þarf það ekki vera, má segja, ef að þessi lífræni búskapurinn er í takt við að hugsa líka þarfir jarðarinnar, það er að segja í takt við hvað akrarnir bera og slíkt. Já, sérstaklega kannski í jarðrækt þarf það ekki að vera en í búfjárrækt hef ég nú ekki komið auga á það að lífræni búskapurinn geti orðið ekki samkeppnishæfur í verði sko. Land þörf til dæmis ef við hugsaum lífræna sauðfjárrækt þá er landþörfin er miklu meiri vegna þess að það er minni uppskera af túnum eða ekki notaðu tilbúin áburður og þar þá er einfallega fleiri hektara og þetta er alveg hægt en þetta er dýrara. En þá er náttúrulega ef það er búið að selja jarðirnar
bara til einmitt. frístunda auðkífinga þá er það svolítið erfitt. Þess vegna held ég einmitt að við þurfum að sko, það náttúrulega svo margt sem þarf að gera ef að það á að gera eins og ég hef verið að tala ef við ætlum að byggja brú frá þeim árum þegar við höfðum alvöru velferðarkerfi á Íslandi og til betri framtíðar yfir forarpitt frjálshyggjunar. Það svo margt sem við þurfum að gera til þess að taka til í löggjöfinni. Frjálshyggjan búin að eitra stóran hluta af löggjöf landsins og ekki síst það nú jarða- og ábúðarlög. Þeim var breytt alveg sérstaklega til þess að auðmenn gætu safnað sér jörðum. Og þessu þurfum við bara einfallega að snúa við og ég held að við hlutum að geta fengið stuðning til þess utan okkar flokks. Þetta blöskrar mörgum hvernig þessi staða Ég held líka að það sé almenningur sé á þessu máli en í áróðurum þá talað að sósíalistar og aðrir ætla þjóðnýta og verður settur svona vondur stimpill á þetta. Já. En þetta þetta spurning bara að hér haldist blómleg byggð. Og svo það vatnsorku lindirna, það var ekki Langanes eða Þórsöfn, var ekki selt, var ekki ykkur búið að selja uppspretturnar. Það vantar allavega heildstæða löggjöf vatnsbúskap landsins, held ég. Já, ég held nú reyndar að það væri ólöglegt að selja vatnsuppsprettur, en ég þekki það ekki nógu vel. Já, eða uppsprett, allavega vatnið sjálft. En sko það hafa gjarnan verið sett upp sem sagt veitu fyrirtæki í opinberri eigu þá að mestuleyti vonandi bæði heitt og kalt vatn og fráveitur og það held ég að sé nú víða í nokkuð góðu lagi en það þarf samt sem áður að gæta þess vel að þar fari ekki einhver annarleg sjónamið að ráða ferðinni til dæmis eins gerðist það nú í mínum heimabæ á Egilsstöðum þar sem búið var að reisa mjög metnaðarfull mannvirki í sambandi við skolphreinsun og það var orðið tími skolphreinsi stöðvar sem sé og það var komin tími á fleiri því þær voru ekki nógu stórar en þá var einfallega kúvent og sagt við bara búin til lögn og setjum þetta allt til aðflöt. Og hugsaðu þér, þetta var gert bara fyrir fáum árum. Það alveg ótrúlegt hvað sko umhverfis fáviska í raun og veru getur fengið að ráða ferðinni. Já. Og þetta bara einmitt... Og við þurfum náttúrulega kannski ekkert að velta því mikið fyrir okkur hvaða flokkar það voru sem stóðu fyrir þessu. En við allavega vonum að svo skamsýni, þetta náttúrulega bara fúsk og svona yfirgang tuttaskapur. Já. En þú hefur mikinn áhuga á lífríkinu og hvaða verðlaun voru það sem þú fékkst einhvern tímann ægilega skemmtileg verðlaun, var það ekki eitthvað? Já, ég hef tvisvarsinnum orðið Íslandsmeistari í jurtagreiningu á landsmóti ungmennafélagana. Alveg rétt, ég þekki allar íslenskar plöntur. Já. Háplöntur þar að segja og töluvert af lágplöntum líka þannig að ég alltaf þegar ég geng hagan þá ég með nefið ofan í jörðinni og það við öll í minni fjölskyldu það miklu meira gaman að ganga í íslenski náttúru þegar maður veit eiginlega allt hana sem ég hef reynt að gera ef maður veit hvað jarðmyndanirnar heita sem maður sér og fuglarnir og grösin og ég myndi bara ráðleggja flestum að reyna að afla sér sem allra mestra þekkingar íslensk lífríki því að það dásamlegt. Já, einstök flóra. Já. Margbreytileg og falleg og fána líka en áður við förum yfir í dýraríki þá langum við aðeins að halda áfram jurtaríkinu. Þú segir þetta hafi verið í fjölskyldinu. Varstu alin upp í svona þessu að þekkja virðingu fyrir náttúrunni? Já, ég myndi nú segja það sko, þó að menn væri nú kannski engin sérstakir grasafræðingar, þá áttu þeir nú til dæmis Flóru Íslands og sem ég notaði bara sjálfur til þess að læra að þekkja þetta allt saman og kona mín kemur hins vegar þeirri úr fjölskyldu þar sem var eiginlega miklu meiri svona almennur náttúruvísinda áhugi þannig að við smellpössuðum saman með þetta. Og ertu alin upp í sveit? Já. Hvar ertu alin upp? Fyrstu 7 árin var ég alin upp í Vallarhreppi á Fljótsdalshéraði hjá móðursystur minni og manni hennar sem ég leit nú alltaf á sem foreldra mína nánast og svo flyttur móður mín til Vopnafjarðar, sest að þar og hefur mig með.
Þannig að í Vopnafirði var ég svo næstu 10 árin en einhvern veginn það býr nú lengi að fyrstu gerð þannig að ég hef alltaf kunnað best við mig á héraðinu. Og hvað langaði þig að verða? Sástu fyrir þig þú yrðir oddviti sósíalista og yrðir jafnvel á leiðin á þing? Ég fekk nú snemma áhuga á pólitík, og þannig að það kannski ekkert svo fjarri. Ég man eftir að ég fór á minn fyrsta pólitíska fund kjördæmisráðsþing Alþýðubandalagsins, ætlaði ekki verið 1980 eða 81. Það er nokkuð langt síðan, yfir 40 ár. Þannig ég hef alltaf verið mjög vinstri sinnaður það í gegnum mína daga og ég hef nú oft orðað þannig það búið að selja undan mér eins og 2-3 flokka því að þeir skriðu bara til hægri. En hvað mér langaði að verða? Mér langaði að verða líffræðingur. Og ég fór í líffræði í Háskóla Íslands en það er bara þannig með mig og skólakerfið að þar hefur einhvern veginn aldrei orðið neitt samhljómur. Ég hef ekki tollað í skólum almennilega. Ég lauk nú að vísu við háskólapróf með frekar dræmum árangri. En það var sem sagt, það var krúttlegasti og minnsti háskóli á landinu þá, búvísindadeild Bændaskólans á Hvanneyri. Við vorum 10 í þeim skóla. En það var ákaflega gott nám, fjölbreytt og tekur á mörgu, efnafræði, líffræði, jarðfræði, hagfræði og þetta, ég myndi halda að þetta hefði verið eitt allra breiðasta og skemmtilegasta háskólanám sem hægt var að fá á þeim tíma og er vonandi ennþá. Nú heitir þetta orðið Landbúnaðarháskólinn á Hvanneyri og er orðið aðeins stærra í sniðum, en þar eru væntanlega ennþá þar er í rauninni ennþá hægt að læra fjölfræði í staðinn fyrir sérfræði. Það hefur mér alltaf þótt skipta máli. Já, og svona þessar tengingar að tengja á milli. Já, ég verð að segja einmitt, ég var einhvern mann að kynna með Landbúnaðarháskólann og segja, ef ég ætti að velja mér nám núna þá myndi ég líklega fara í þann háskóla, svo er verið að reyna að koma upp háskólanámi á Hallormsstað og það er svolítið með svipuð móti svona mjög fjölbreytt allt út frá eiginlega náttúrunni virðist vera. Já, ég hef fylgst nokkuð vel með rekstri þess skóla. Ég satt nú í skólanefnd þar í næri 20 ára meðan þetta hét Hússtjórnarskólinn á Hallormsstað og ýmsir vilja nú meina þó að ég hafi ekki verið formaður skólanefndar þar að þá hafi þrjóskan í mér orðið til þess að skólinn var ekki lagður niður. Það var sótt hart að honum á tímabili, síðasta áratug, síðustu aldar. En ég var alveg grjótharður á því að þessi skóli yrði að halda lífi og formenn skólanefnda tóku vel á því og það tókst að bjarga skólan. Og hann er núna, þetta er bara mjög nú hefur hann aðeins breytt stíl og er meira sér komin að hluta til á háskólastig. En ég held að þetta sé mjög áhugavert sem verið að gera það núna og ég vona bara að framtíð þessar skóla sem mér þykir alltaf jafn vænt sé bara trygg og góð. Þannig að þú ert eiginlega alveg fullkomin oddviti að því leitinu, þú ert með breytt áhugasvið og ekki grunnt, en þú ert með djúpstæða þekkingu á mörgum sviðum. Já. Eftir eiginlega, þú hefur greinilega söktir ofan í ýmis málefni. Já, í samfélaginu, vissulega, ég hef reynt að láta mig það, flest af því, láta mig það varða, og ég held að þessi reynsla tala nú ekki ef að ég kæmist nú inn á Alþingi, þýðir bara einfaldlega að ég þarf að sökkva mér í það ennþá betur og bæta þá við þeim sviðum þar sem ég er ekki kannski nægilega sterkur. Já, þú vílar það ekkert fyrir þér. Nei. Þú söktir þarna ofan í reglugerðir Evrópusambandsins, þannig að þá kannski að sauð upp úr hafðinu. Já, og því ég lifði það af, þá held ég geti nú ýmislegt. Þú eru kannski passaði bara einmitt að sökva er ekki of mikið þannig að fara ekki að sjóða. Þú eru að fá þér vasklar svona eina milli. Já. En þú ert svona einarður og hvað kallar maður, samviskusamur, þú ert svona, hvað á maður að segja? Áhugasamur, það er svona ástríða í þér. Já, vinstri málefni, alveg klárlega og hvað var það sem að þegar þú ungu maður fórst á fundi á Alþýðubandalaginu, manstu eftir því, var það eitthvað sérstakt svona réttlætismál sem að kveikti í þér? Nei, svo sem ég fannst þetta mjög áhugaverð reynsla og ég man eftir einu, þetta var þegar að var verið að mynda ríkisstjórn Gunnars Thoroddsen.
og alþýðubandalagsmenn á þeim tíma, þeir áttu nú aðildastjórnin ef ég maður rétt og það var mikill sko, þeir hafðu mikinn áhuga á því að ráðast í þetta en kannski fyrst og fremst vegna þess að með því töldu þessi verið að kljúfa Sjálfstæðisflokkinn. Og ég sagði sko, þið skulið ekki fara í þessa ríkisstjórn ef að það á að vera aðal tilgangurinn. Skulið ekki fara í þessa ríkisstjórn nema að við teljum að Alþýðubandalagið geti gert eitthvað gott í henni. Það er, Sjálfstæðisflokkurinn getur bara átt sig sko. Það er engin ástæða til þess að við séum að leggja einhvern sérstakann áherslu á það að gera þeim flokki beinan skaða. En það fór nú svo að það var farið í að mynda þessu ríkisstjórn. Sjálfstæðisflokkurinn fekk sjálfsagt eitthvað högg af því en hann var nú fljótur að jafna sig eins og oft áður. En þessi ríkisstjórn var hins vegar svo veik að hún átti, held ég, svolítið erfitt með að gera það sem hún vildi gera. Og verðbólga til dæmis varð aldrei meiri heldur en í stjórnartíð þessarar ríkisstjórnar. Þannig að ég nú eiginlega enn á því að það hef ekki verið heilla að spora að fara inn í þessa ríkisstjórn. En hvað segir það núna? Það heyri stundu þær rættir að sósíalistar þeim sé ekki treystandi til að fara inn á þing því þeir ætli bara að brjóta þar niður og það að vera róttækur sé á einhvern hátt sko að vera skemmdaverkar menn en á hinn bóginn eru sko það er eins og sé minna hlustað á allar þessar uppbyggilegur umverulega breytingatillögur og þessar miklu breytingasýn og svona blómlega samfélag sem að sósíalistar ætla að endurheimta. Já, einmitt, það virðist ekki vera sko hæst í umræðinu og við náttúrulega höfum mann sér langa reynslu fyrir því að það er ausið yfir okkur alls konar óhróður sem ekki á við nokkur einustu rök að styðjast. Og sjálfsögðu erum við ekki að fara inn á Alþingi til þess að brjóta það eitthvað niður. Við þekkjum leikreglu þingræðisins og við höfum tekið meðvitað ákvörðun það að við viljum vera með þarna en sko við hefðum kannski mögulega ekki þurftist. Sósíalistar eru búnir að gera mjög góða hluti án þess að vera á Alþingi. Miklu betri hluti raun og veru heldur en margir þeir flokkar sem þar hafa verið inni. Við höfum endur lífgað, vil ég segja, verkalýðshreyfinguna og komið sko baráttu leigjenda á nýjan rekspöl þannig að og það er bara þetta tvennt sko, það er líka hægt að finna fleiri hluti sem að sósíalistaflokkurinn hefur geta gert án þess að vera á Alþingi en ég tel að við erum miklu sterkari með því að vera þar með svo sem eins og gætum byrjað svo sem eins og 6-8 þingmönnum ég myndi telja að það væri góð niðurstöður þessum kosningum. Já. Og ef að, sko, eins og segir nú í auglýsingunum okkar, ef að þú vilt breytingar og skaltu kjósa breytingar. Þannig að við viljum byggja samfélagið upp á nýtt, að nýju eftir frjálshyggju árin. Og ég veit satt að segja ekki svo ef að fólk vil það, hverjum þau ætlar að treysta frekar en okkur í þá vinnu. En hún ætla að hafa sósíalistar líka lagt sitt að mörgum til að byggja upp þennan umræðugrundu hérna á samstöðinni. En maður finnur að það er ramman reip að draga þar sem að sko auglýsingar flestra hinna flokkana, þar er á meira fjármagn og það er gríðarlega mikið af auglýsingum í meginströmsmiðlunum. Svoleiðis að það er einhvern veginn mikil pæling lýðræði sko. Og sko þetta ég man náttúrulega eftir og margir á mínum aldri sko eftir flokksblaða tímanum þegar að hver flokkur átti sitt málgagn og þar voru auglýsingar frá sömum en ekki öðrum. Sko nú er hins vegar eftir 30 ára frjálshyggju það orðið þannig að sko fjármagnseigendur eiga í rauninni alla fjölmiðla nema þennan og þeir stýra því þá mjög vel, hver fær hvað. Og líka, hún kom inn að Björg Eva í spjall. Reyndar nú saði ég á mikið því að það er annar fjölmiðl sem að stendur nú sæmilega sjálfstæður og í sína eigin fætur og það er Bændablaðið. Já. Það er mjög góðu fjölmiðl sem að hérna. Ég tel að sé ekki algjörlega undir hæl fjármagnseigenda. Og eiginlega var það svona alvöru vettfangur umræðu og hérna ég veit ekki, var það alvöru valkostur eftir hrun, mann ég. Já. Svona þegar við héldum einhvern veginn, þegar við fórum mörg af stað og hérna héldum að við nú væri lag að byggja upp annars konar samfélag. Já, og það var lag og það hérna,
sko til dæmis þegar ríkið fær í fangið flest stórfyrirtæki landsins og hreinlega sem eigandi. Og það var bara eins og menn fengju bara flog. Þeir ætluðu ekki að linna látum fyrir að við erum búin að moka þessu öllu í fangið á þeim eigandum aftur sem höfðu settu á hausinn. Og þarna var til dæmis tryggingafélag sem hefði komið sér mjög vel að hafa bara áfram í eigu ríkisins. Ríkið þarf að hafa eiga tryggingafélag. Það er fáránlegt að ríkið sé að kaupa tryggingar af einkareknum félögum. Og væri rauninni mun nær að almenningur geti bara keypt tryggingar af ríkinu. En þarna erum við eiginlega föst í einhverju hugmyndafræði mitt eins og þú segir þar sem menn fá flog yfir bara hugsunin að sé ríki eigi eitthvað og þá er óttin við að vera að fara yfir í einhverja forræðishyggju og en hugsaðu þarna voru rekstur. 2 vinstriflokkar í stjórn sem hefðu nú kannski ekki átt að vera svo hrættir við það. Nei. En málið er bara að það sem gerðist á frjálshyggjuárunum var það að meðal annars að vinstriflokkar nánast út alla Evrópu þeir urðu bara einhvern veginn samdöina þessu öllu saman og urðu jafnvel verri heldur en hægriflokkarnir í markaðsvæðingu og sem sagt þessum frjálshyggjulustum. Þeir létu bara einhvern veginn, þeir gengu bara í björg frjálshyggjunnar, hreint og klárt. Já. Og það kom í ljós þarna að þó menn hefði ekki talað þannig, þá virtust þeir samt vera þar. Og nú eru menn aðeins að snúa við blaðinu fyrst manni í flokkunum en kannski ekki alveg fylgir ekki alveg framkvæmdaplanið er ennþá í tölverðir málamiðlum við nýfrjálshyggjuna þannig að maður trúir ekki beinleinis á að nú getur orðið róttækar breytingar. Nei og menn virðast ennþá vera logandi hrættir við þá hugmynd að ríki komi meira inn í til dæmis atvinnulífið eða eins og það og öðlist hann sess sem það hafði í atvinnulífinu alveg frá stofnun lýðveldisins og framundir 1990 að minnsta kosti. Það var bara þótti bara ekki athugavert við það á þeim árum og er að sjálfsögðu ekki athugavert við það að ríkið bara stundi atvinnurekstur á ýmsum sviðum, kannski ekki öllu. En er það ekki líka þetta hugsunin ríkisvaldið sem svona alræðisvald Sovétríkjanna að við séum einhvern veginn föst í því í staðin fyrir að hugsa ríkisvaldið sem að ríkisvaldinu sé dreift einmitt til almennings að til dæmis og þá finnst mann eins og landsbyggðin sé svo gott dæmi að til dæmis þegar við erum að tala um sjókvíaeldi núna að það sé annarkvort vitleysisgangur í einhverju risa ríkisfyrirtæki sem hugsi ekki hagsmuni almennings og náttúrunnar eða hinn valkosturinn sé stórfyrirtæki, erlend stórfyrirtæki heldur sem tekur enga ábyrgð og veit þekkir ekki til sem fer jafn illa eða verð með náttúruna og þessi samfélög og hvar er þá þessi valkostur að það sé fólkið á staðnum sem einhvern veginn sem þekkir svæðið og nýtur góðs af uppbyggingunni. Já. Kemur þessi valkostur einhvern tímann inn í umræðuna? Það sem sósíalistar hafa svo sem verið að tala um er ekki bara að ríkið komi meira inn í atvinnulífið. Við tölum að færa valdið frá fjármagnseigendum til almennings og almenningur í þessu landi átti nú einu sinni ansi mikið og gott tól til þess að halda völdunum hjá sér og það hét samvinnuhreyfingin. Það væri alveg hægt að endurreisa hana samvinnufélög, það þyrfti reyndar að lagfæra lög samvinnufélög eftir að það var reynt að koma einhvers konar eitri úr hlutafélagalögunum inni í samvinnufélagalögin. Þetta mætti auðveldlega laga og þá gætu samvinnufélög orðið valkostur aftur og samvinnufélög hafa mjög mikla kosti fyrir einmitt dreifðar byggðir. Það heldur eignarhaldinu og atvinnutækjunum heima. Og þá myndi þessi einmitt ferðamennska sem að okkur er sagt að skilir svo miklu til þjóðarbúsins en fáir eiginlega finna fyrir þeirra uppbyggingu hvorki á vegum landsins né innviðum þannig að það myndi þá einhvern veginn skila sér meira út til byggðana og út til almennings. Já, leið og atvinnutækin eru komin í eigu heimamanna þá verða verðmætin eftir þar og það er hægt að nýta þau á ýmsan hátt. En menn mega nú ekki fara á taugum yfir því að samvinnufélög sem við nefnd að þetta hafi allt farið á hausinn með SÍS þarna eftir 1990 og það megi ekki koma nálægt þessu. Til dæmis í Bandaríkjunum er fjöldin allar af öflugum samvinnufélögum sem eru í alls konar rekstri. Í Costco samvinnufélag til dæmis. Þannig að samvinnufélags rekstrarformið er bara einfaldlega fullkomlega brúklegt fyrir þá sem að vilja horfa á þetta eingöngu þess vegna út frá hægri sinnari hagfræði.
En þá horfa menn á það hvað fór verst eða hvað fór með eftir að það er búið að skemma svona fyrirkomulag og meta valkostum út frá því. Þeir sem vilja tala okkar málstað niður eru náttúrulega alltaf að finna einhver svoleiðis dæmi. Já, en nú erum við búin að vera, það er nú ekki komið á tóm kofanum hjá þér, Þorsteinn Bergsson, oddviti sósíalista í norðaustur kjördæmi í pólitík á eiginlega neinu sviði. Getum við nú þó rættum sjálfsagt ýmis sviði viðbót, en mér langaði til þess að spyrja þig aðeins þín ritstörf, því að þú ert rithöfundur Já, ég var svo sem ekki nema rétt búin að tæpa á því, að ég hef svo sem fyrst og fremst unnið sem þýðandi, hef þetta ritstjórnarverkefni sem ég nefndi þarna áðan var náttúrulega eitt, en svo hef ég þýtt bækur, fræðibækur, skáldsögur sem hafa verið lesnar í útvarp og nú er ég með bók bara sem er tilbúin í raun og veru, hún verður líklegast gefin út seinna í vetur og það er fyrsta svona bókin sem ég skrifa algjörlega frá grunni, frá með eigin orðum, sem að segja, það er svolítið annað að vinna sem þýðandi. Og þessi bók fjallar mikla gönguferð sem ég fór í sumari 2021, þegar ég gekk sem sagt frá þvert yfir Ísland, frá austri til vesturs, það byrja frá Reyðarfirði og til Snæfellsness. Og til þess að hafa þetta nú ekki of einfalt, þá ákvað ég að fylgja 6050 breiddargráðunni eins nákvæmlega og ég gæti. Gekk bara með GPS-tæki og hún er nú hún er sem sagt þannig þessi gráða, þetta er auðvitað mannanna verk og bara teiknuð inn á kort og hún liggur þar lendi yfir sum fjöll í stað þess að fara fram hjá þeim og þá þurfti ég auðvitað að gera það líka. Svo liggur hún líka yfir helstu jökulfljót landsins, norðan jökla og ég var að láta mig hafa það að vaða þau, einn og óstuddur. Þetta er svona eins og listrætt gjörningur. Það má kannski segja það, en fyrst og fremst var ég náttúrulega að skora á sjálfa mig og að ég væri ekki orðinn eitthvað gamalmenni þegar ég lagði af stað á 57 ára afmælisdaginn minn sem er á miðju sumri og þetta tók mig 30 daga. Wow. Og ég hugsaði margt á þeirri leið og skrifaði dagbók og ákvað svo bara að setja þetta í bókarform og það helsta sem er eftir í því er svona ganga frá kortum þannig að menn sjáu vel hvaða leið ég fór og mér fannst það alveg ómetanlegt hvað ég kynntist landinu frábærlega vel á þessu. Ég var nú alltaf þokkalegur í landafræði en það er ekki orðið margt sem ég veit ekki hvað heitir á þessu landi lengur eftir þessa ferð þó þetta væri bara ein lína þarna yfir landi. Þetta var tæpur 700 kilometra þessi göngutúr minn. Þú hefur vel skóaður vonandi. Já. En og nestaður, en hittur þú fyrir einhverja plöntu, einhverja jurt sem þú ekki þekktir áður? Nei, það gerði ég ekki. Nei. En svona, það voru ýmsar jarðmyndanir á þessari leið. Þetta var svona eins og kennslustundi í jarðfræði vegna þess að maður byrjar á elsta parti landsins, gengur síðan í vestur allan tíman og landið smá yngist. Og endanum var ég komin að hrauni sem að rann árið 1925. Wow. Þannig að þá var ég sem sagt byrjaði á 15 miljón ára gömlu landi og var komin að hrauni sem kom upp fyrir 100 árum. Þetta var skemmtilegt. Já, var ekki upplagt að eins og hafa nú verið svolítið pælingar fyrir norðan líka og að þetta að bjóðu upp á Íslandi á nám á göngu meira. Já. Svona rífa skólakerfi svolítið út úr steinsteypunni einhver leiti. Og þó að þetta leiðarval hafi nú verið æði sérviskulegt kannski að þá held ég að sumar þessar leiðir sem ég gekk þær séu bara alveg prýðilegar sem gönguleiðir sem hægt var að bjóða fólki upp á með leiðsögn. Já, myndur þú alveg mæla með þessari svona pílagrímsferð hálfgerðri? Já, ég myndur nú gera það nema kannski er nú betra að krækja fram hjá fjöllunum heldur en að gera það sem ég gerði að brölda alltaf yfir þau Já, þú hefur ekki komist í lífshættu eða hvað? Nei, ég var nú búin að lofa að ég drepa mig ekki í þessari ferð. Það kannski lá svolítið nærrið í einu jökulfljótinu, ég held að sínum best að fara ekkert út í það. En þú segir vonandi frá því í bókinni. Já, ég gerir það. En ég held að við komumst ekki lengra í okkar spjalli í dag. Það væri nú alveg greinilega hægt að tala við þig bara langan, bara lengi vel.
Ég þakka þér kærlega fyrir að koma með innanlandsfluginu til okkar hérna á Rauða borðinu í spjall. Þorsteinn Bergsson, oddviti sósíalista í norðaustur kjördæmi sem þú kemur vel út úr skoðanakönnunum eða hvað heitir þessi kannanir? Þannig að við bara, það að sjá, já. Við vonum innilega að þú komist inn á þing. Já, þakka þér kærlega fyrir það og takk fyrir að bjóða mér hérna. Já, og góða ferð austur. Hlustendum og áhorfendum þakka ég fyrir að sitja hérna með okkur í oddvitaspjallinu og Laufey Líndal Ólafsdóttur þakka ég fyrir að vera með okkur og senda spjallið til ykkar einmitt allt land í gegnum netið. Takk. Það komin tími til að breyta Alþingi. Hinn eina sanna breyting sósíalismi. Sósíalistaflokkurinn vill að húsnæðiskerfið verði afmarkasvætt. Meira stefnuna inn á xjóð.is.